Þá höldum við áfram og þá komið að því sem við höfum beðið eftir í allan dag í þessum þætti. Við erum búin að vera hérna í þessu setti í dag. Við erum hjá Lísu og það eru Sunna og Saga, velkomin til okkar. Eða við ættum kannski að vera velkomin til ykkar. Velkomin heim til okkar. Já, takk fyrir. Við erum sérst í þessu setti sem Leikfélag Akureyrar er með í rýminu og það er frumsýning hvorki meira en minna en í kvöld. Já. Hvernig byrjum á því kannski? Hvernig líður ykkur svona á frumsýningardegi? Já, sko, mér er oft liðið vel. Já, bara í lífinu. Þetta er jákvæð. Þýðir nokkuð annað en að vera jákvæður. Nei, ég viðurkenni alveg að það er smá fiðrildi í maganum á mig. Svona en. Já. Það var bara svo gaman í gær. Það var generalega gær. Þú varst náttúrulega í öruggara sæti síðast þegar varst að frumsýna. Þá varstu ekki upp á sviði. Já, einmitt. Þá varst að leikstýra. Já, það er bara allt öðruvísi. Það er allt öðruvísi, já. Það er meira stress núna eða hvað? Já. Þegar þú ert að fara... Já, en það er öðruvísi. Það er öðruvísi stress. Já, þegar þú ert að leikstýra þá kannski getur ekkert mikið meira gert á frumsýningardegi. Þá ertu bara að sleppa. En núna er þetta... Já, og maður er svo sýnilegur sjálfur á sviðinu. Já. En ekki, leikstjórn er bara svona þyrfiðar og bakvið. Og Jón Gunnar er að leikstýra ykkur stöllunum og segja okkur aðeins kannski frá þessu leikriti. Lísa og Lísa, hvað snýst málið? Sko, þetta eru bara konur akkurat á sama aldri og við. Er það ekki alveg ótrúlegt? Já, og meiri segja, sko, mín Lísa, hún sko á afmæli, 1946, alveg eins og ég. Og hún á afmæli 20. október, ég á afmæli 20. desember. Og hennar er 2 árum yngri. Ég nema bara það að Lísan mín, hún hefur aldrei verið með karlmönnum. Nei. Og hún var óskaplega lengi samt að átta sig á þessu. Hún var bara að skemmta sér og hafa gaman og svona. En hafði náttúrulega kynst þessari Lísu og þær hafa þekkst alveg frá því að voru bara pínu litlar og svo leiðis. Og eða sérstaklega sko systir mín er svo mikil vinkona hennar. Ætlaðu að segja þeim allt? Nei, en svona í stuttum máli. Já, þá bara, hún náttúrulega var búin að vera gift og svona, eignaðist nú engin börn og þær ná svo saman. Svo ég sé nú bara að stytta þetta á svona, þá er það svona daldið svona fullorðnar, svo leiðis. En þegar leikriti byrja, þá er það búin að vera saman í 28 ár. Við erum svona að rifja upp okkar tíma og hvernig þetta atvikaðist allt saman. Þið fæðist rauninu bara inn í þetta hlutverk eða hvað, meðan við fyrirpartinu sögunni. Þið eru fættar til þess að leika þetta hlutverk. Já, við erum það. En segðu mér aðeins, af því að þetta er nú samkynhneigt ástarsamband sem er kannski viðfangsefnið og meðan við þennan aldur og fæðingarár þá eru náttúrulega töluvert væntanlega breyttir tímar hvað varðar samkynhneigð og umræðu samkynhneigð. Segðu mér aðeins kannski frá þeirri hlið í upplifun ykkar á því að fara yfirleitt í þessar kringustæður í leikritinu. Já, og þetta er náttúrulega ansi mikið öðruvísi heldur en að við höfum báðar verið að glíma við í gegnum tíðina. Ég þekki auðvitað fullt af samkynhneigðu yndislegu fólki, en maður hefur aldrei sett sig inn í þessar aðstæður einhvern veginn og það er bara, hér áður fyrir hefur þetta verið alveg alveg hræðilega erfitt en það er sem betur fyrir að lagast svo mikið og það er orðið allt öðruvísi í dag. Ég reyðist nú aðeins á fólk sem fór á generalpröfu og var svolítið að pumpa það, hvernig það upplifaði það og það virtist allir vera saman það að sko, það sem að þið væru samt sem áður að gangi í gegnum eða Lísa og Lísa væri gangi í gegnum væri samt alveg sömu vandamál og sömu hlutir og náttúrulega bara gagnkynhneigt fólk, þannig að munurinn er ekki neitt eða hvað þegar þið... Jú, það er náttúrulega sá munur að þetta svona samband er ekki alveg viðurkennt. Og sérstaklega var ekki. Það er svo erfið og ég tala nú ekki í litlum bæjarfélögum, þá hefur þetta verið alveg En samlífið sem slíkt? Já. En svona, það er örugglega bara nákvæmlega eins, sko. Sorgir og gleði, bara sama. Nákvæmlega sama, en það er enga síður, þá er þetta einmitt þessi tímar sem eru svo rosalega breytt. En hvernig upplifun er það fyrir ykkur?
Við vorum svo heppnar að það kom hérna fullt af samkynhneigðu fólki á eina sýningu hjá okkur, eða eina æfingu og við pumpum þær alveg hreint eins og við gátum og ég verð bara að segja fyrir mig að ég hafði mjög gott að því. Já, það var svona upplýsandi og fræðandi. Já. Hvernig þá? Já, við bara, ég ætla nú ekki að fara að gefa það upp. Nei. Við spurðum mjög nærgöngulega spurningar, svo ekki sé meira að segja. Og einn sagði, þetta akkúrat það sem að mér finnst best, þegar fólk spyr. Hún sagðist vera búin að alla ævi vera hérna samkynhneigð, en henni hafi fundist erfiðast þegar fólk gat ekki spurt hana heldur var að pískra svona út í horni. En hún sagði, það einmitt, og þetta aðeins að breytast í dag. Það farið að spyrja okkur. Nákvæmlega. Og hvernig kemistríð þá á milli okkar? Náið þið neistanum í sýningunni? Já, það verða nú aðeins að segja. Sko allir við endum bara ekki saman. Já. Ég segi mér það, ég fann að það. Já, það bara ekki þannig. Þú nú skítrætt það. Hvað væri það? Ég meina, hún segir sko, þetta bara kemur allt í einu. Já, það eru mjög oft þessi lýsing, sko, maður lesið í bókum líka, að þetta bara, og það var einn sem talaði það hérna, sem var á æfingun hjá okkur, bara, hún hafði ekki, sko, haft græna glóru að hún væri samkynhneigð, en svo bara gerðist eitthvað. Gift og margra barna móðir. Þannig að allt í einu gæti þetta gerst hjá okkur kannski á 5. sýningu. Þess vegna. Kallarnir okkar verða nú bara. Hvað segja kallarnir? Þeir hafa ekki séð neitt. Nei. Allar að koma á frumsýningu? Þeir vilja ekki sjá þetta. Nei, það er ekki sjá þetta. Jú, það getur nefnt. En við erum búin náttúrulega að vinna með alveg frábæri fólki í sambandi við þessa sýningu og hérna leikstjórinn hefur nú ábyggilega þurft að fara í þolin mæðis bankan sinn dálítið. Það Jónkunnar? Já. hann bara gott að því. Já, þetta hefur verið alveg frábært og þessi yndislega leikmynd hérna. Já. Það var sérstök og skemmt. Hún móðir Helgadóttir, hún hérna búin að vera afskaplega, þetta hörkukona. Að gera leikmyndina og búningana og leikmunina og allt þetta. Og smíða. Já, smíðaði líka. Alveg hreint. Já, hún ótrúleg. Alveg ótrúleg. En þeir að fara frumsýn í kvöld Já. á sjálfa valentínsdaginn, verður alveg ekstra ást í loftinu á þeirri sýningu? Ég held það. Já. Ást til áhorfenda. gefa það upp. Ást til áhorfenda. Já, auðvitað, já. Hvað gerist þú eftir við mekt það? Já, nei. En fyrir áhorfendur, svona ykkar upplifun, ykkar sjálfræði í gær á loksins þegar þið sýnið þetta fyrir fullum sala fólki. Hvernig var það? Það var mjög gaman. Já. Það var rosalega gaman. Já. Ég með þess að náði öllum textarum eiginlega fyrsta skipti. Eða satt. Það bara, þegar hólminn komið, þá maður að gera svolítið að standa sig. Þá þýðir ekki. Það sko, já, það bara svoleiðis. Gerist oft. Og Jón Gunnar sko eftir hann. Já. Nei, bara. En svona ángríns, við grínum dálítið mikið, þá þetta búið að vera virkilega skemmtilegu tími, en þetta hefur líka tekið á, ég verð bara að viðurkenna það. Já. Maður hristir ekkert svona neitt fram úr erminni, það bara þannig. Þið eru fastar hérna allan tíman í þessu hólfi. Já, og við erum hérna þegar fólki kemur, áhorfendur koma inn, þá erum við hér. Spennandi. Já. Við verum bara að hvetja alla til þess að mæta og sjá ykkur. Já. Við hlökkum allavega til að koma. Þetta verður... Það litla hringleikhús hérna í rýminu. Já, og þetta ekkert sko síður fyrir kallmenn. Nei, nákvæmlega. Það voru frekar. Sko, þeir voru nokkri hérna í gærkvöldi og ég talaði sérstaklega við þá. Þeir fannst þetta flott. Yndislegt. Það var allavega rosalega stuð hérna í gær. Já, ég trúi því. Ég hlakka til að sjá þetta. Já, verið bara velkomin. Já, við ætlum að enda þáttinn. Við ætlum að enda þáttinn og segja blessu þær þegar við ætlum að fara út og þær verða sem áfram hérna í settinu. Ég gæti verið að bara bíða, þetta fram á frumsýningu. En við ætlum að enda þáttinn á því að fara niður í menningarhúsið Hof, en þar var í dag verið að dansa gegn ofbeldi og víða heim, meðal annars hér á Akureyri, og við ætlum bara að ljúka þættinum með myndum þaðan. Takk og sjáumst aftur næsta föstudag. Góða helgi. This is International Big Mega Radio Smasher. I had
the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear